Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, heyrðu, við ætlum að ræða aðeins út frá því sem að hefur verið í forsetakosningunum. Það verður svona ýmisleg samfélagsmál sem eru þarna innanum og saman við spurningar hvernig fólk vil hafa pítsuna sína og allt þetta sem að forsetaframbjóður alltaf að svara og málskostréttin. Það verður svolítið, má heyra það á nokkru frambjóðendum, svona áherslur á auðlindir og kannski svona hugmyndin það að við erum fátt fólk í stóru landi með gríðarlega mikið auðlindum og lukkunapamfílar en það er svona uggur að auðlindunum verði bara rænt og útlutað og kannski sem minnstur arður að þeim komi inn í samfélagið. Ég er svona ákvað Benedikt Sigurðarson að fá þau til þess að spjalla við mig þetta því að þú ætti leið í bæinn að svona hvort að við getum svona tekið þetta upp úr umræðinu í tengslu við forsetakosningarnar og reynt að ráða í það hvað er það sem að frambjóðendurnir eru svolítið að adressa og þessi svona almenn rótt í samfélaginu að það sé verið að ræna okkur auðlindunum. Já, hann er ekki ástæðulaus. Nei. Við höfum auðvitað svona hvað segja, mörguleiti séð á eftir sjávarauðlindinni þar að segja þessari hefðbundu fiskveiðiauðlind í hendurnar á fáum kvótagröfum á grundvelli gjafa kvótans upphaflega og síðan frjálsa framsalsins. Við vitum að það er gríðarleg tregða við allar hugmyndir innköllun á kvótanum og sem sagt endur úthlutun, hvort sem það er með uppboðið eða leigu eða hvernig sem mann gera það. Við sáum við formann Samfylkingarinnar svona beygja frá fyrningaleiðinni. Já, ég kannski tölum við aðeins þá eftir vegna þess að það er eitt mál sem að kannski snýst svolítið það að fólk veit ekki hvað það er að tala þegar það er að tala annars vegar uppboð og hins vegar innköllun. En við tökum það aðeins og eftir í sambandi þá kannski getum við gert rætt út frá hugmyndum Nóbelsverðlaunahafans Vernon Smith sem fékk Nóbelsverðlaunin 2002 og kom á sjávarútvegsráðstefnu við Háskólann á Akureyri 2 árum seinna og ræddi meðal annars aðgang og ráðstöfun takmarkaðra almannagæða af þessu tagi. En gott og vel, nú síðan erum við með þetta fráleita og furðulega frumvarp lagareldi sem hefur auðvitað virkilega vakið athygli. Þar sem að upphaflegar tillögur voru beinlínis straujaðar út og það komu einhverjir með full orðaða hugmynd það að gera þetta allt öðruvísi, þessi afhenda og falla frá fastri gjaldtöku sem sagt í því frumvarpi. Og líka falla frá því að ef að þú brýtur eitthvað af þér að þú setja það er engin alvöru viðurlög og viðurlögakablinn var í raun og veru eyðilagður. Þú máttu bara borga því frá því. Já, en svo erum við með býsna langtíma nýtingu á orku fallvatna og jarðgufu. Vindorkan kemur inn með nýja vít, þar að segja að það er klárlega hægt að beisla vindorku á mörgum svæðum þar sem er hvorki veruleg vatnsorka né heldur jarðhiti. Þannig að það breytir þeirri orku landakorti. En svo er það ferðaþjónustan. Við erum núna að fá alveg nýja tegund á ástandi og mér finnst ástæða til þess að draga það upp núna sérstaklega af því að massatúristatíminn er bókstaflega að byrja. Við erum að sjá fyrstu skemmtiferðaskipin sem hingað koma og í Reykjavík er stórir hópar skemmtiferðaskipafarþeganna keyrðir austur í Bláskógabyggð eða Gullna hringinn eða á Þingvelli. Vísu er örlítill vottur af svona skynsamlegri gjaldtöku á Þingvallaþjóðgarði. Við skulum ekki horfa fram hjá því, það er svona vottur af því. En ég get til dæmis nefnt mitt heimasvæði. Það er ekki margir dagar síðan voru þrjú skemmtiferðaskip í Höfn á Akureyri. Langstærsti hópurinn af farþegunum fór upp í rútu
og var keyrður í Þingeyjarsveit. Þar fengu menn kannski einhverja máltíð á lágmarksverði. Megnið af því sem eftir verður hins vegar í Þingeyjarsveitinni af tekjuveltu er í raun og veru kostnaður. Það er að segja að Þingeyjarsveit fær ekki tekjur af komu ferðamanna. Nærsvæðið gerir það ekki. Einu tekjurnar sem eftir verða bókstaflega tengdar áningarstöðum er við Námaskarð, við Hverarönd, þar sem að frændur mínir hafa verið svo rausnarlegir að setja upp gjaldtökuhlið, en þeir hafa eins og verið ekki byggt upp neina vitiborðandi þjónustu. En þeir komast upp með það við vegbrúnina að setja upp gjaldtökuhlið og lýsa sjálfum sér í fjálglega á skiltum og í auglýsingum sem hinum sönnu landvættum. Af því að þeir hafi svo mikið metnað til góðra móttöku. Rétt utan við bílastæði standa hins vegar hengslin af gömlum svona varúðargirðingum sem reistar voru af vanefnum á upphafi landvörslu fyrir 25-30 árum í sveitinni á kostnaðins opinbera. Enda vegirnir og allt á kostnaðins opinbera. Menn eru bara að mjólka. Já, þessi raunveruleiki, og ég ætla að nefna tölur aðeins. Statistíkin segir okkur að árið 2017 áður en svona varð ferðamannasprengingin var virkilega búin að ná hæstu hæðum, þá held ég muni rétt að allir skemmtiferðaskipa farþegar á Íslandi hafa verið 170.000. Á árinu 2023 fóru hins vegar rétt 170.000 skemmtiferðaskipa farþegar frá Akureyri og bara í Mývatnssveit. Þannig að sprengingin er svo ofboðslega yfirgengileg að það getur auðvitað ekki gengið að menn að láti þetta ganga óskipulega og það séu í raun og veru hafnarstjórarnir á Akureyri sem skipulegur þessa landnýtingu í Þingeyjarsveit. Ég held að sé ekkit allt og margir farþegar endilega sem eru að labba bæinn á venjulegum degi, jafnvel þó mönnum sumum blöskri útblástur frá skipunum sem að liggja þarna hátt og eru afar há jafnvel í fluglínunni sem að sumum flugmönnum þykir ekki sérstaklega áhugavert reyndar. Þannig að þetta eru þessi þættir landnýtingar sem eru núna í raun og veru að mörguleyti þar sem menn eru að afla veiðreynslu. Menn eru að hrifsa til sín alla þá hagsmuni sem þeir geta, ekki til ábyrgrar uppbyggingar á nærsvæði, vegna þess að gallinn við þessa nýtingu sem við erum með á öllum sviðunum er að auðlindin á ekki heimili og varnarþing þar sem hún kemur til uppgjörs. Meira að segja raforkan, jafnvel þó að séu reist mannvirki, hvort sem það er við Búrfell eða Sigöldu eða og Fljótsdal, og greiddi einhver fasteignagjöld af mannvirkjum, þá er raforkan allt flutt annað og það sem verra er að stór hluti af raforkunni er nýttur af aðilum sem hafa sjálfdæmi það hvernig þeir velleggja afurðirnar. Þannig að uppgjörið á hagnaðinum af þeirri tegund af auðlindanýtingu sem stóriðan stendur fyrir fer ekkit fram hér innanlands og nema bara mjög takmörkuðu leyti. Og það er því miður að einhverju leyti það sama með að gerast í ferðaþjónustunni. Við erum að sjá að það eru örfáir aðilar sem eru að koma inn með einhverja alvöru veltu og ég myndi það vill reynda til að ég er hagsmunaaðili í Þingeyjarsveit og ég búið á Akureyri. Ég myndi hafa stórar áhyggjur af því að Þingeyjarsveit og eins og Bláskógabyggð skuli í raun hafa fyrst og fremst ónæðið og erfiðleika af því að taka á móti massanum en hafi engan grunn til tekjuveltu. Það eru tekjur, það er hafnarsjóður á Akureyri, fær penning. Já, svo fer fólk eitthvað í sveitir og það kaupir sér eitthvað og ríkið fær vaskin af því. Í lægra þrepinu. Í lægra þrepinu, en síðan er eitthvað fyrirtæki sem eru þar og þau borga tekjuskatt til ríkisins. Það er ekki borguð aðstöðugjald fyrirtækja. Nei, það er ekki borguð aðstöðugjald fyrirtækja. Þannig að það sem að nærsamfélagi fær
svona hugmyndin að þarna verða til einhver störf Já. og kannski mun starfsfólkið borga okkur skatta. Já, en það er hins vegar villu sín í þessum umhverju nútímans. Starfsmenn sem koma í árstíðabundna ferðaþjónustu eru að mjög stóru leyti búsettir annars staðar. Allt og hátt hlutfall þeirra erlendu starfsmanna sem koma í þessa tímabunnu, kannski 3 eða 4 mánaða vinnu, þeir eru á kjörum hjá starfsmannalegum sem að greiða engin gjöld af þeirra tekjum á Íslandi enda njóta viðkomandi takmarkaðar eða engra réttinda. Og það er mjög alvarleg mjög alvarleg villa í sko hagmódelinu. Alveg eins og þegar við förum að horfa á hugmyndina sem sagt lagareldið, það má vel vera að ef við hefðum beitt skynsamlegri undirbyggðri greiningu á því hvort það væri gott fyrir Ísland að heimila lagareldi, þá er eiginlega alveg gjörsamlega furðulegt að við höfum svarað þeirri spurningu umhugsunarlaust að það sé góð hugmynd að ala kynþroska á norskan lax. Sko norskan lax. Kannski hefur verið dálítið annars sjónum með að ala íslenskan lax með þessum hætti. Erfðablöndun íslensks lax við villtan lax væri örugglega minni áhættu þáttur. En af hverju þá ekki ókynþroska lax? Geldlax og ef menn hafa nú komist að þessari niðurstöðu að það sé skynsamlegt að heimila lagareldi að þá skuli það gert nánast óheft út allt, jafnvel ekki virtar öryggisreglur siglingarleiðir og alls ekki sko landhelgismörk við bújarðir. En það sem er sko allra verst er að það er að þessi mengandi áhætta er tekin og hún er boðin for free, ókeypis. Það er alveg galið og hugmyndin að stjórnvöld í raun hafi heimild, sko svona hvað sé að lagalega heimild til að framkama slíka afhendingu á almannagæðum, hún er ótrúlega galin, það er að segja sko bara formlega, ekki bara siðferðilega. Það er alveg það sama með... Það hefur verið gert sko. Já, það hefur verið gert við fiskinn, þetta hefur verið gert með orkuna. Já, sko ekki samt við orkuna nema takmörkuðu leyti ennþá séru til. Það er stóriðjan að hún eiginlega tekur auðlindarentuna, það er ávinningin af því að fá orkuna á svona lágverði og má bara eiga hana. Já, en það hefur ennþá ekki orðið næg stemming á vettvangi stjórnvaldana og freku hagsmunaaðila til þess að afhenda Landsvirkjun til einkaaðila. Það er nógu mikið til þess að forsetaframbjóðendur eru allir spurðir af þessu og þeir þurfa allir að sverja það á fundum á ferð sínum kringum landið að þeir myndu vísa því til þjóðarinnar ef að frekjuhundarnir myndu ná því í gennum þingið. Já, en sko það segir okkur hins vegar að þessi hætta er orðin nær. Það er að segja þessi fámenni valdsækni kjarni sem að styður sig við því miður að þér verðist við meiri hluta alþingismanna en nýtur eins og ekki trúnaðar eða samferðar með almenningi að honum geti dottið í hug að ganga svona gróflega gegn almanna vilja að forsetaframbjóðendur eru spurðir að þessu. En það sem mér finnst í sjálfu sér sko í öllu þessu, ef við tókum líka ferðaþjónustuna, alveg það sama með ferðaþjónustuna, hvers vegna í ósköpunum dettur mönnum í hug að bjóða náttúruperlum landsins upp á óheftan, ókeypis aðgang frá hendi ekki almennings, ekki fólksins sem gefur labbandi, heldur frá hendi aðila sem gera út á það, það er að segja fénýta það. Án þess að þeir borgi 5 kall. Það er ótrúlega galin hugmynd. Skipafélög sem gera út skemmtiferðaskip eitthvað stórt í heimi. En það sem mér finnst vera sko stóra vandamálið og ég vísaði þessari hugmynd það að þegar þú nefndir það að nýr formaður eða núverandi formaður Samfylkingarinnar hefði gefið því minnst okkvæmst í undir fótinn að
samfylkingin væri horfin frá fyrningarleiðinni án þess að hafa rætt það, sem líka mjög áhugavert. Ég rökst út af þannig að fyrningarleiðin væri bara leið sem að væri erfitt að sjá fyrir sig að vera þetta að ná breiðri samstöðum á þingi og þess vegna væri bara óekta fyrir samfylkinguna sem ætlaði sér að leiða eftir ríkisstjórn að vera með þetta mál. Já, ég held að þetta er eflaust rétt, það er að segja. Ég held að vandinn sé. Í núverandi forystu samfylkingarinnar eru örfáir, bókstaflega örfáir sem vita út á hvað hugmyndin fyrningarleiðina sem að Jóhann Ársælsson var kannski númer 1, 2 og 3. Þetta er búið að vera stefna flokksins formælandi fyrir. Eða síðan 99. Já, þetta var stefna flokksins frá 99 til 2003 mjög skýrt. Eftir kosningarnar 2003 fór að svolítið að fjara undan þessari stefnu, þar að segja það fjölgaði þeim sem vildi gera það. Frá 2007 minnist ég þess ekki að þessi stefna hafi fengist í raun og veru rædd efnislega og útskýrð og hana talað. Og það er hárrétt hjá formanni samfylkingarinnar að meðan ekki það talað, þá mun ekki myndast það samstaða. Það er alveg eins og með þetta En er ekki hlutur stjórnmálaflokkan að koma málum á dagskrá og vinna þeim fylgi svo að það verði ykkur bara eitt? Því ef þú ætlar ekki að gera það, þá ættu náttúrulega bara að gera samkomulag óbreytt ástand. Já, það er það sem ég ætlaði að koma að. Það sem hefur verið að gerast í samfélaginu er ekki bara það er ekki bara hluti af samfélagsmiðlabreitingunni. Það er ekki síður hluti af breyttri pólitík. Sem hefur leitt til þess að þeim fækkar og fækkar á vettvangi stjórnmálana sem hafa efnislega og getu og þjálfun til þess að standa fyrir fagvinnu og grundvallari vinnu með gögn og greiningar. Og í staðinn fyrir að kalla faglega öfluga félaga úr jafnvel úr græsrót eða úr atvinnulífi til samstarfs, þá er kallað á PR-fólk. Hverjar kosningarnar á fætur annari hafa stjórnmálaflokkarnir bæði til hægri og vinstri kallað á PR-fólkið, ekki til að hjálpa sér að ná stefnu og auka líkur á að stefna leiði til góðra breytinga, heldur til þess að reyna að fá fólk til þess að horfa framhjá. Því sem er við að fást og gæti orðið átökum og reyna að fela ágreining og átök af því að þannig halda menn að þeir veiði atkvæði. Þar sé það er búið að breyta þessu öllu í áferðarstjórnmál. Menn töluðum ímyndarstjórnmál, ég held að það sé alveg ónýtt hugtak. Ég held að þetta snúist áferð. Og ég held að formaður samfylkingarinnar hafi einmitt svefið í skoðanakönnunum með sinn flokk meðan ekki var talað efnislega nokkuð skapaðan hlut í kringum flokkin. Og eitt af því sem fólst í því að ná að stíga inn á sviðið með jákvæða áferð var að ýta til hliðar öllu því sem kallaði á grjótkast, jafnvel skítkast frá andstæðingum. Og það verður henni virkilega tekist. Ég er mjög hissa á því ef að samfylkingin svifi inn á þing með 30% í kosningum sem eru eftir meir en ár, ef einhver staðar verður talað stjórnmál. En kannski verður ekki talað stjórnmál. Og það er það sem ég vil líka segja í sambandi við þetta með hugmyndirnar. Stjórnmálamaður eins og núverandi frambjóðandi forseti Íslands Katrín Jakobsdóttir sem sat tíma sem auðlindaráðherra. Það var ekki hún sjálf, það dettur auðvitað engum í huga. Hún hafi sjálf sest niður og kokkað upp breytt orðalag og efnislega. Það var einhver. En hún var náttúrulega á vaktinni. Já, það var einhver sem kom til hennar og lagði þetta í hendurnar á henni og nánustu trúnaðarmönnum hennar. Og það sem að ég vil segja að gerði það verkum að þetta komst í gegn var það að það er búið að eyðileggja fagvinnu ráðuneytana og undirstofnana hverra á fætur annari vegna þess að það er búið að berja svo á fagfólkinu sem að vill vinna sína vinnu vel og rétt og það er búið að reka menn úr störfum eða segja þeir séu er það ekki kallað þeir séu umdeildir eða eitthvað svoleiðis
Svo stundum eru bara stofnanir saminaðar til að losna við óþægilega menn eða konur? Til þess að losna við faglega ráðna og burðuga starfsmenn. Í staðinn eru settir pólitískir trúnaðarmenn, stjórnmálaaflar. Og eins og menn vita núna, ég meina, það var nýlega gerð breyting á ráðherraskipan. Formaður Framsóknarflokksins rúllaði sér í fjármálaráðuneytið og tók með sér sinn besta mann. Ég ætla að leyfa mér að fullyrða það að það hefur ekkert að segja vegna þess að á öllum póstum innan ráðuneytisins er búið að planta sérstökum trúnaðarmönnum Bjarna Benediktssonar fyrrverandi fjármálaráðherra langan tíma og hans nánustu hirðar og það er alveg sama hvaða hugmyndir koma upp á borð og hvað þarf að orða og hérna plana. Hugmyndafræði þessa fámennahóps verður alltaf það sem er upp á borðinu. Annað kemst ekki á borðið. Og hérna að þessu leyti hefur sem sagt plan. Það voru ekki bara hérna Olsenbannen sem hafði plan. Það voru líka Einræðarhópurinn sem hafði plan og Sjálfstæðisflokkurinn þó hann hafi mist nærri helming af kjósendafylgi. Á síðustu 15 árum eða 20 þá hefur Sjálfstæðisflokkurinn ekki mist hérna hann hefur ekki mist neinn völd í kerfinu. Hann er ekki með meiri völd núna heldur en Bjarni Benediktsson er búin að vera miklu harðdragari sem formaður í því að koma hérna sínu fólki að heldur en Geir Haarde, Þorsteinn Pálsson, Davíð Oddsson var skeið mjög harður við að koma sínum mönnum að, en ég held að hafi fyrst og fremst verið það að hann vildi hafa menn sem honum fannst skemmtilegir. Hann vildi hafa sem sagt buddies, ekki endilega að það væru menn sem að sko vissu, eða hvað segja, kynnu þetta flottar. Hann vildi hafa viðhlægjendur. Herðu, ég ætla að fara aftur að hérna auðlindunum. Þessi hugmynd sem að ég var að lýsa að við varum heppin, við varum auðug þjóð, allar þessar auðlindir. En hérna hugmyndunum og líka hugmyndunum að auðlinda þessu eign þjóðarinnar, að hún er svolítið útbreidd út í samfélaginu. Hún er það. Hins vegar er það umræðan hvernig þjóðin á að fara með þessa eign sína, að svo umræði er kannski ekkert svo rótgróið. Þú nefndir til dæmis fyrningarleiðina sem er svona aðferð til þess að koma eigninni til þjóðarinnar, hérna, óvefengjanlega, þannig að þjóðin geti þá ráðstafað henni. Þetta er ekki mjög þroskuð umræða. Indriði H. Þorláksson hefur stundum verið að stilla þessu upp, í hverju liggur auðlindarentan, og hann segir sér svo ef að þjóðin á auðlindarentuna, á auðlindirnar, þá ætti hún að taka alla rentuna. Þannig ef að þú vilt nýta fiskimiðin eða orkuna eða fallega landslægið eða firðina, að þá greiður til okkar alla það sem að má skilgreina sem auðlindarentu. Það er sem sagt það sem að liggur í söluverði þínu, afurðaverði eða hvernig þú selur ferðamönnum þetta, að það sem er umfram bara venjulega atvinnurekstur, sem er arður af venjulega atvinnurekstri, að það á að renna til þjóðarinnar. Ég held að þegar að Indriði leggur þetta allt saman að þá erum við að tala við erum nær 200 milljörðum ári heldur en 100. Núna er innheimt eitthvað 5 til 6 eða 7 milljarðar í veiðigjöld fiskveiðiauðlindinni sem að rétt duga fyrir rekstri á landhelgisgæslu og tilheyrandi og Hafrannsóknastofnun og öðru slíku sem að tilheyra þessu. Þannig að greinin sjálf fær þjónustu fyrir nefnur nokkurn veginn því sem hún borgar. Já, þannig hún er umvel ekki að borga neitt. Þetta er ekkert að horfa á þetta sem auðlindagjald vegna þess að þetta eiginlega fer bara í rekstur á utanumhaldi, utanum greinina. Sko þessi hugmynd almennings að við eigum auðlindirnar og að það er að nýta þær til þess að byggja upp hér frábært samfélag. Að þær eiga ekki upp á pallborðið inn á ríkisstjórn, í nýjum alþingi, eins og sjá má til dæmis á lagareldisfrumvarpinu, þar sem er verið að tala um að gefa auðlindirnar okkar. Sko þetta með hugmyndinu að þjóðin eigi landið, ég held að almenningur í landinu hafi til dæmis álitið að þegar að lagt var inn með þjóðlendu frumvarp landeign á hálendinu, þá hafi verið að færa þjóðin þetta.
þar sé að staðfesta eign þjóðarinnar á landinu. Raunveruleikinn eiginlega öfugur. Já, raunveruleikinn öfugur. Það væri skárra fyrir þjóðin þetta væri almenningar. Já, það var nefnilega verið að taka þetta úr almenninga kerfinu og færa það í ríkiseign. Og menn sáu það kannski best á því hver var meiningin, var það að Landsvirkjun var afhent í frumvarpi stóru landsvæði við Búrfell sem að vísu var dregið síðan tilbaka. En ég held að þetta hafi verið hluti af planinu að það væri hægt að einkavæða. En til þess að hægt verið að einkavæða þyrfti að taka það úr almenninga skúfunni og setja það í ríkiseignar-skúfuna. Þá gáttust ríkisstjórn afhenta án fyrirvara. Ég ætla það svipað hefur gerst sambandi við fiskveiðiauðlindina. Einu sinni var hafið almenningur sem allir gáttu nýtt saman. En nú eiginlega búið að búið til kvóta. Þannig þetta ekki almenningur, þú mátt ekki fara út að veiða. Þetta ekki almenningur lengur. Nei, en sko til þess að það sé réttlætanlegt að takmarka aðgengi, þá þarf að skila þessum almenningi gjaldinu fyrir eins og þú varst að nefna sem Indriði hefur verið að sína fram á. En ég ætla að nefna 2 ríki sem við þekkjum töluvert vel, það er að segja annars vegar Kanada og hins vegar Bandaríkin. Í Bandaríkjunum eru verulega stór landsvæði einhverjum í Miðausturríkjunum sem eru kölluð Federal Lands og sem eru í eigu alríkisins en ekki tilheyra ekki einstökum ríkjum. Í Kanada eru sambærilega lendur sem eru ekki einkalönd en þær eru kallað Crown Lands og það er vegna þess að krúnan hélt á öllum eignum utan lóða og landa einstaklinga. Í þessum ríkjum er mjög mikil munur á hvernig aðgengi að nýtingu þessar landa hefur verið staðið. Í Bandaríkjunum er mjög mikil hefð fyrir því að skógarhöggsheimildir, jafnvel beitarheimildir sem eru þó mjög hefðbundnar, þær hafa verið boðnar út. Með þess að veiði eða skotveiði? Já, jafnvel boðin út, sett á tilteknum lendum. Og þá er leitt til einhverja hópa og það er hæstbjóðandi sem að fær borgar fyrir það. Í Kanada er þetta alveg þvera öfugt, þar varð það snemma þannig að krúnan og þessi armur krúnunar sem er svona eiginlega yfir ríkisvaldinu í Kanada hlutaðist til að fáum stórfyrirtækjum var eiginlega afhent þessi aðgengi. Þannig var í Austur-Kanada Irving-familjan algjörlega ráðandi aðgengi að skógarhöggi og olíuleit. Macmillan Bloedel var aftur ráðandi í Vestur-Kanada. Þessi stórfyrirtæki þau fengu stuðning hjá lokal heimafólki út af að þau ætluðu nú að skapa svo mikla vinnu og gera svo mikið fyrir fólki og allt það. Staðreyndin var hins vegar þvert á móti, þeir notuðu þetta aðgengi til að harðræna fólk mjög stíft og hafa verið harðræði gegnum tíðina og gengið mjög illa mjög harkalegir árekstrar auðlindanýtingu og sérstaklega skógarhöggi Vestur-Kanada. Þar sem Paul Watson var nú kannski þekktastur á sínum tíma fyrir að berjast gegn villimannlegu fellingum á gömlum skógi. En sem sagt Bandaríkjamegin hefur þetta gengið miklu betur, þar sé að menn hafa eingöngu fengið tímabundin afnot og ekki geta búið sér til þess að einokunar stöð. Og Vernon Smith, hagfræðingur, hann gerði tilraun til þess að reyna að höndla það hvernig menn getur stýrt aðgengi af takmörkuðum náttúrugæðum í almannaeigu til hámarks ávinnings en jafnframt með ábyrgum hætti. Og hann gerði svona módel tilraunir sem að leiddu til þess að hann fékk Nóbelsverðlaun fyrir það að það væri mjög áhugaverð hugmyndafræði. Í meinatriðum var svona, kannski mjög gróft má halda því fram að leið og var tryggt að menn hefðu jafnaræði til að sækjast eftir þessum gæðum, þá væri hægt að ná hámarks hagsmunum með ábyrgustum hætti vegna þess að það vildi enginn leyfa ræningjónum
ganga sem sagt að auðlindunum döðum. Hann notaði meðal hans vatn hefur nú verið og nú í vaxandi mæli sko, hvað sé baráttu efni, þetta var fyrir Enron, við skulum hafa það líka í huga, sem grunn gæði. Á grundvelli þessar verðlauna var ágætur maður í háskólanum á Akureyri sem fékk verðlaun þennan til að koma á ráðstefnu og tala möguleikana á því að setja upp, nýta þessar hugmyndir hans í til að stýra aðgangasjávarauðlindin á Íslandi. Vill til að á þessum tíma voru menn var sem sagt þetta 2002 til 2004 og hafði hugmyndir fyrningarleiðarinnar fengið svolítið athygli minnstakosti þannig að menn sáu ástæðu til að reyna að rökræða eða skjóta það niður eftir atvikum og ég held að einn stóri veikleikinn í fyrningarleiðinni eins og hún lá fyrir frá sem stefnumótur samfylkingarinnar var svo að mönnum lánaðist ekki að stilla því upp sem að ég var að nefna í upphafi þetta með að auðlindirnar þurfa að eiga varnarþing, þær þurfa að eiga heima og það þurfa að skila til nærsvæðis og næra samfélagið og ég bara sagt, ég menna norðmenn eru að nota 50-50 regluna í raun og veru í meginatriðum í sínum uppstillingum bæði á olíuauðlindinni og nýtingu á núna þar sem þeirra hugmyndir vindorku og lagareldi að það eigi að skila rentu hluta til nærsvæðisins alltaf, hvernig með skilgreina það nærsvæði svo aftur annar mál og ég held að sem sagt að ótti margra á landsbyggðinni við innköllum kvóta þetta væri allt suður menn létu plata sig til að trúa því að það yrðu bara peningamenn í Reykjavík sem myndu bjóða í veiðiheimildir og fara með það í burtu. Arðurinn eða rentan færi öll í ríkissjóð. Já, og rentan færi í ríkissjóð og ef það kæmi eitthvað þá kæmi það eftir þessum leiðum sem allir vita að íslenskir pólitíkusar hafi ekki verið færir að stýra. Öfugt við það sem að þið dreifbílaland Danmörk hefur til dæmis sett í sína reglur eins og það að ríkisumsvif í Danmörku skulu skiptast á sektorana og ef það lokað einhverjum ríkisumsvifum á Jótlandi þá bara ber ríkinu að skila tilbaka einhverjum öðrum umsvifum sem að tryggja bæði þjónustu og sem sagt tekjuveltu fyrir samfélögin. Á Íslandi þá hafa menn túlkað hugmyndafræðin störf án staðsetningar, þar sé alveg öfugt. Hugmyndin störf án staðsetningar, hún kom þannig fram að þú gætir unnið starfi stofnun hvar sem þú byggir á landsbyggðinni. Nú eru menn farnir að ráða til starfa á landsbyggðinni undir formerkjum hugmyndafræðin störf án staðsetningar fólk sem býr í Reykjavík. Þannig að það fara að nota þessa hugmyndafræði alveg í öfu átt. Það hefur verið þannig að þeir sem hafa helst rekið áfram kröfunum innköllum kvótans og uppbóðans hafa verið svona menn hérna fyrir sunnan. Og þetta er ekki hugmynd sem hefur náð flugi út á landi. Kannski hefði dugað til að leggja til að helmingurinn af rentunni færi í ríkissjóð og helmingurinn til sveitarfélagana eins og kvótin var á viðmiðunum árunum 83 hérna. Ég er samfærður að Ég dundaði mér ekkert að vera að reikna þetta og var að reikna hvað þetta myndi hækka tekjur sveitarfélaga víða af land. Ég fullyri það. Og ef að þessi hugmynd hefði strax falið það í sér að það væri grundvallaratriði að 50% af rentunni skilaði sér til nærsvæðisins, þá hefði menn talað öðruvísi það, en það skiptir þó mestu máli að í mörgum plássum þá er málfrelsi manna takmarkað og það er ekki bara á Akureyri. Nei, og þú getur bara mist vinnuna og ekki bara í þínu plássi að þú færði ekki pláss bara neins þar á landinu. Það er helsta gamalmenni sem eru komin í þá stöðu að hirða sinn lífeyri hafi þetta málfrelsi
en þá leið gallinn sá að það kannski síður tekið mark á okkur. Já, það ekki hlusta á þá. Það ekki hlusta á okkur. Ég ætla aðeins að staldra þetta, vegna þess að í þessu myndi felast að við eigum fiskveiði auðlindina. En með því að deila þessu þannig út, að þá væri það fólk á Vestfjörðum sem ætti meira í fiskveiði auðlindinni heldur en ég og nágrannar mínir hérna í Reykjavík. Þannig að helmingurinn myndi dreifast jafnt yfir alla, í gegnum ríkið, og helmingurinn í gegnum sveitafélögin og líklega þá út frá einhverjum útreiningum það sko hvernig auðlindin hafði seitlað byggðirnar á sínum tíma, Þingeyri eða Ísafirði og síður á Hellu og Hvolsvelli og öðru slíku. En þetta finnst mér vera hugmynd sem að við höfum ekkert svo mikið rætt. Ég hef stundum sagt þetta þar sem ég verið að ræða við mennum þetta og ég segi, mér finnst ekki að ég eigi kvotan sko. Ég hef verið það fyrir Vestan og Snæfellsnesi, mér finnst miklu frekar að fólki þar eigi kvotan heldur ég. Ég algjörlega sammála því, en þá líka að svara þessu með öðru. Þá verður fólki þetta verið sunnar alveg eins og ég sé föðurlandsvikari og verður rosalega reitt. Já, en býtu, sko, ef við höldum áfram með þetta og tökum þetta yfir á önnur svið. Hvernig í ósköpunum dettur mönnum í hug að það sé eðlilegt að allar mögulegar tekjur af fjölda heimsóknum ferðamanna eigi ekki að skila sér til þeirra sem búa í Bláskógabyggð, Mýrdalnum, Vestmannaeyjum, Þingeyjarsveit eða hvar annars staðar. Auðvitað eiga þeir að skila sér þangað. Það bara þannig, það sem ég að benda á Benedikt, að umræðan okkar það hvernig við förum þessa eign okkar, hún bara ekki þroskað þannig, að það ekki verið að ræða þetta. Nei, þess vegna erum við að tala saman. Þess vegna nenni ég að koma hérna og tala við þig, vegna þess að ég held að sé ómaksins að reyna að breyta þessu og reyna að leið og við sko heimtum það að stjórnsýslan, háskólakerfið og hjálpi okkur til að halda upp í umræðu með því að leggja til greiningargögn sem að sýna okkur hvernig fjárstreymi ég meina það var einföldustu statistík og hjálpa okkur til að búa til einfalda útgáfa af líkönum það hvernig fjárstreymi gæti flust til í samfélaginu. Bara þetta að segja 50% af auðlindarentun í fiskveiðum eigi að skiptast á landshlutana. Þú bætir því við að hún eigi að skiptast með tilvísan til þess sem hún var 1990. Ég meina það alveg sjónarmið. Mér finnst það eðlilegt að fólki á Þingeyri fái eitthvað sem að þau mistu kvotan. Já, ég algjörlega sammála því. En á sama hátt þá ég líka að halda því fram að sko til skamms tíma þá varð ekkert eftir af risavirkjunum í Þjórsá í sveitunum þannig frá. Þeir hins vegar urðu fyrir umhverfistjóninu, þeir taka við okkuræðinu, sama með sko uppaflegu nýtinguna á Sogsvirkjunum og Laxá í Þingeyjarsýslu, að Reykjavíkur borg var afhentur virkjunarheimildin í Sogsvirkjunum, Akureyrarbær fékk Laxárvirkjun og það var bara tekið eiginlega með ráðherra ákvörðun af nærsvæðun. Þau fengi ekki neitt. Hins vegar í gamla daga þá var hópur af mönnum sem fekk vinnu við þessar virkjanir af því að það þurfti að vakta þær á staðnum. Öfugt þessum núna, þeir eru allar saman keyrðar frá einni stjórnstöð, skamt frá okkur meira og minna þær sem eru enn í keyrslu, sko. Þar sem sitja menn við sko, tölvuskjá í Öskjuhlíðinni. Sko. En þess vegna þurfum við að mínu mati að breyta þessu. Við þurfum að fá þessa fagvinnu sem hjálpa okkur. En þess vegna þurfum við að passa okkur alveg rosalega á því þeim tilhneigingum sveitarstjórnarmanna og alþingismanna að þeir kalla eingöngu til hagsmuna aðilana sem eru á vettvangi til þess að ræða við sig það hvernig þeir vilji hafa þetta. Þeir eru ekki að ræða hvernig hlutin gætu orðið? Nei, þeir eru ekki að ræða það og þeir eru ekki að ræða það út frá gögnum þannig að þú og ég og aðrir sem að vilja taka þátt í lýðræðislegu samfélagi geti talað það, skilið það og tjáð sig það og tekið sínar ákvarðanir á grundvelli þess.
Það er ýmis álitamál í þessu. Hérna eins og kerði ég upp eftir allri vesturströnd Noregs og kom þar í ýmsa bæi. Og ég menn eftir einu bænum að var að tala við þá sem byggu þar. Og þau borguðu, ég held bara ekkert fyrir rafmagnið. Af því að bæjarfélagið átti virkjun langt inn eftir firði. Og það var bara eina gæðanum við að búa þar, þetta var tildulega afskeft og hafði ýmsa ágalla annað, þessi bær, ótrúlega fallegur og ótrúlega falleg fjallasýn. Og svo heldum við eitthvað áfram að tala og ég man ekki hvort að ég var eitthvað veltað hvort það var þetta að fara í bað eða eitthvað svona. Þá sagði hann, já það er hérna bara lykillinn hérna, þetta er af íþróttahúsinu. Að þá voru þau með allir bæjarbúar voru með lykil á íþróttahúsinu því það var notað sem sameiginleg aðstaða og þar var sundlaug sem voru bara sameiginleg gæði þeirra sem byggu þar. Og þetta er náttúrulega lítið sveitafélag sem er svona ríkt að þessu leiti og bæjarbúarnir nutu þess. Einhver geti hort á það er nú svona óréttlæti að því að þarna 8 bæjum sunnar að þá þau að borga svona mikið fyrir rafmagnið og áttu þetta ekki. Þannig að ég minnst það líka að vera velta fyrir okkur þegar við erum að tala hvernig við förum með sameiginlegar auðlindir okkar, hvort að það séu ykkur svona bara á einum stað, þar sem að þjóðin á þetta sem heild og verður alltaf að taka allan ávinningi til sín sem heild, eða hvort að við sættum okkur við það að auðlindarentan hríslist út í mismunandi bæjarfélög með mismunandi hætti. Og það séu bara í ágætust gæði. Það segjum að við verum að deila út auðlindarentun í fiski og við myndum segja sem svo að þú mátt bara ráðstafa því hvernig þú fer með það og ísfirðingarnir myndum alltaf að segja nei, við ætlum ekki að bjóða upp, við ætlum bara að reka okkar bæjarútgerð. Já, það getur verið málefnilegt. Það getur verið málefnilegt. Það getur verið málefnilegt að hérna... Við ætlum að láta bara auðlindina hríslast hérna og byggja upp Ísafjörð. Við kærum ekki við að fá eitt tekk í mánuði. Já, en ég ætla að bregðast við þessu svo að segja, að ég held að þetta sé eðlilegt, það er að segja, ef við erum að tala um nýtingu og auðlind sem að hefur ekki staðartengingu af neinu tagi. Ef hún væri til dæmis bara nýting á lofthjúpnum eða norðurljósunum. Þá held ég að það væri mjög auðvelt að halda því fram að hún ætti að vera okkur öllum sameiginleg, rentan. Það er ekki langt síðan að var verulegur munur á gjaldskrá hitaveitna og rafveitna eftir sveitarfélögum í Íslandi. Og þar var verið að nýta sér það sem þú ert að tala þarna frá norska bænum, þar að segja að menn áttu þetta og hérna sumar hitaveitur voru til skamstíma alveg ótrúlega ódýrar hérna á Íslandi og eru líklega enn. Reykvíkingar getur tekið þennan kost og segja að við ætlum bara að hafa rafmagnið í Reykjavík fáranlega ódýrt. Já, Reykvíkingar... Vegna þess að við höfum svona gamlar virkjanir og fleira sem við erum með og svo ætlum við bara að láta þetta stórið þarna í Hvalfirði borga fyrir okkur allra rekstrarkostnaði. En við ætlum að hafa eitt að gæðanum þess að búa í Reykjavík að þú borga bara sáralítið rafmagn. Þeir gætu ákveðið þetta og það er málefnilega ákveð að nýta arðinn með þeim hætti beint til allra í staðin fyrir að taka hann inn í formi arðgreiðslna. En hinn handleggurinn sem ég held að sé raunverulegur, það eru raunverulegir hagsmunir allra Íslendinga að nýta landið allt að einhverju marki. Við höfum öll af því hagsmuni. Til þess að það sé og á sama hátt, það er alveg sama hvað okkur finnst tæknivæddar fiskveiðar, þær eru landháðar. Við þurfum að komast í land og það er skynsamlegra að nýta sumarauðlindirnar með minni, sumarfiskistofnar með minni bátum heldur en reisabátum og það er umhverfislega hagkvæmara og það getur verið siðferðilega rökréttar að gera það. Getur ekki að skila herra afurðaverði? Já, leið. Þannig að landtenging auðlindarnýtingarinnar er skynsamleg, alveg eins og hún er óhjákvæmileg með nýtingu á jarðhita, vatnsorku og ferðaþjónustunni. Hún er raunverulega tengd landinu físíst og við þurfum að þess vegna er rök fyrir því að skipta þessu til nærsvæðis versus sameiginlegra sjóða, þau eru alveg ótvíræð. En það má vel vera að 50-50 eigi við á einum stað. Það gæti átt að vera jafnvel meira, þar sé til nærsvæða, vegna þess að áhætta af nýtingu
til dæmis, ég tala nú ekki olíuborsvæðin í Noregi, sko þar áhættan miklu meiri ef eitthvað kemur upp á, þá ekki bara nýting olíunar í uppnámi, heldur kannski nýting allra annar auðlinda. Þannig að nærsvæði þarf að fá meira til sín fyrir að taka áhættuna. Kannski þetta taka bara dæmi með sjókvíeldi og horfur út eftir Patreksfirði og Tálknafirði að þá það bara heimahagar þessar sveitafélags og þið bara taka þetta allt saman. Ég sé ekki það að ég hérna fyrir sunnan ég nokkuð skapa hluti í þessu. Það hugsanlega rökrétt að líta á þetta með sama hætti eins og á landbúnað af því þetta sko svo, þetta svo strandháð. Og staðbundið. En við erum ekki mikið að ræða auðlindina svona. Nei, við erum ekki að því. Nei. En sko, ég nefni hérna með fúskvæðinguna. Sko, ég hef alveg rosalegar áhyggjur af þessari fúskvæðingu, ekki bara í eftirlitsstofnunum okkar, heldur í meira og minna, í öllum stjórnunarstofnunum, nýlega könnun á hérna skipulagsmálum eða við þorrum fyrir reynslumann af spillingu og vettvangi skipulagsmála. Hún segir manni alveg sko ákveðna sögu og ég ætla bara að fullyrða það að pólitískt ráðnir stjórnendur og skipulagsdeildum ákveðina sveitarfélaga, þeir hafa sko ekki svarað því sumir hverjir að þeir kannist við spillingu þó að þeir séu hluti af spillingunni. Það voru færri pólitíkusa sem að upplifðu spillingu heldur en embættismennirnir. Ég veit það. En á sama hátt. Því að spillingi kemur náttúrulega frá stjórnmálunum. Hún kemur auðvitað í gegnum þá. Þeir eru lykillinn að því. Því að við erum ekki sjóuð í þessu í einhvers konar beinmútukerfið þar sem að menn hlaupa langar leiðir með brúnumslög. Ég held að það sé ekki mjög algengt en þekkist örugglega. Ég spyr stundum hérna þegar kemur eitthvað svona eins og á bara að gefa einhverjum fyrirtækjum einhver verðmæti almennings og þá spyr ég eðlilegasta spurningin bara hvar eru múturnar? Af því að ekki ætlar að segja mér að fólki sé svona heimst eða? Ég óttast að við spilling á Íslandi sé miklu meira í formi vina, hyglingar og þess að menn vilji fá að vera í partíónum með fína fólkinu. Það snobb, það mjög útbreitt og menn eru mjög viðkvæmir fyrir því. Það getur líka verið sko raunverulegu svona eins og afkomu ótti að ég veit það sem embættismaður að ef ég bara fer eftir öllu sem að þú biður þá fæ ég að vera inn í hópnum, ég mun hafa ágætis afkomu því ef ég geri það ekki þá hef ég endalaust dæmi það að það bara þeim farnast bara illa sem að setja sig upp á móti valdinu, þeir verða saminu stofnunna, þeir verða reknir og endanum við þekkjum mörg dæmi á kannski svona fyrir nokkrum árum síðan að menn bara röktust úr landi. Ég held að við þekkjum óþarflega mörg dæmi af því til dæmis bara í kringum hrunið og í framhaldi af hruninu. Fólk sem að glímdi við að leggja mörkum til þess að takast á seiðferði spillingu og glæpum í tengdum hruninu. Sumir þeirra koma ekki til að með að vinna á Íslandi aftur. Því miður. Og meðan þeir sem stóðu fyrir hruninu þeir hafa verið endurreistir en ekki þeir sem að gagnrýndu. Akkurat og ég meina þessi ótti hann gríðarlega raunverulegur og ég held sko ég þekkja nú úr mínu umhverfi alveg frá alda ég hef sótt stöður í gegnum tíðina sem ég hef ekki fengið og ekki vegna þess að ég væri ekki líklegur til þess að ráða við þær heldur vegna þess að ég var ekki líklegur til þess að verða þægur þjóð. Og það sem heitir að vera umdeildur. Það kallað það. Það eru þeir sem ekki spila með. Já, þegar fagfólk sætir því. Það er aldrei sagt að sko, Hannes Hólmsteinn sé umdeildur maður. Það er aldrei notað orðið yfir hann. Sjálfsögðu ekki. Nei, það er aldrei notað þá sem eru raunverulega að vinna fyrir þá sem eiga og ráða eins og sagt er. Akkurat. En þetta mjög algengt í fagstofnunum, fólk sem hefur ekki, það er sagt, það hefur lagt stein í götu, það heitir það. Þegar menn að koma með, jável bara mjög eðlilegar og nauðsynlegar spurningar, þá heitir það tefja mál og eitthvað svona sem í raun og veru. Stundum þannig að við þetta búum við hinhliðin á fúskinu svo að valdamennirnir, þeir sem koma með peningana, þeir þurfa ekki að hafa fyrir því að undirbúa gögn
og leggja þau fram vegna þess að þeir komast upp með að fá sínu framgengt án þess að sína fram á hættuleysi eða skaðleysi mengandi framkvæmda. Eins og kemur fram í sjókvíeldinu að þá ef að rammin of þröngur fyrir þá sem ætla að græða á þessu, að þá hann bara einfallega víkkaður fyrir það. Já. Það þannig að ég veit ekki alveg hvað ég kalli þetta fúsk, því að sömuleyti þetta bara stjórnsýsla sem aðlöguð að því að fara að kröfum þeirra sem ætla að græða í sjókvíeldi eða í ferðaþjónustu eða... Já, hinu leitinu höfum við kerfi, ég meina það eru matvælastofnun og alls konar eftirlitsstofnun sem hafa eftirlit með og setja ramma umhverfisstofnun, þá skipulagsstofnun, þá að meta og það alveg það sama í sem sagt, framkvæmdum, virkjanaframkvæmdum og öllu. Þegar menn að ólmast núna yfir því að rammaáætlun í endurnýjun ríkisstjórnarinnar, þá eru menn allt í einu farnir að rífast yfir því að það sé ekki hægt að vinna eftir rammaáætlun. Sannleikurinn í málinu sá að það allt í góðu lagi með rammaáætlun. Sjálfstæðisflokkurinn hefur bara komist upp með það að vilja aldrei fara eftir römmunum sem rammaáætlun setti og það Sjálfstæðisflokkurinn sjálfur sem hefur komið í veg fyrir það að þau plön sem að lögð hafa verið upp með innan rammaáætlunar næðu fram að ganga vegna þeir bara vildu fara sínu fram að þeir vildi ekki fara eftir römmunum. Þeir vildu rammin færi eftir sínu vilja. Já, þeir vildu snúa því við. Ekki beygja sig, þeir vildu ekki aðlaga sig römmunum. Nei, þeir tóku samt þátt í því að setja þessa ramma. Alveg eins og með þjóðlendulögin. Allt í einu var fjármálaráðherra Sjálfstæðisflokksins ætlaði hann að fara að beita sérstökum undantekningum í Borgarfirði eða á Vesturlandi af því að hún líkaði ekki þjóðlendukröfurnar sem þar voru gerðar. Restin af landinu. Þá veit ég ekki betur heldur en það verið gerðar þjóðlendukröfur á grundvelli þessar sömu laga undir fjármálaráðherrum Sjálfstæðisflokksins heima á húsvegg hjá fólki út allt land. En allt í einu af því að það var einhverjir sem að hugnaðist þetta ekki og voru stórir og sterkir, þá allt í einu fór ráðherrann alltaf að skipta sér af þessu. Come on, þetta Ísland. Herru, ég ætla að reyna að fjalla þessum auðlindirnar. Ég held að það geti verið áhugavert að eiga samtöl við fólk út frá því að þjóðin eigi auðlindirnar og veltaði fyrir hvað þjóðin vil gera við það. Kannski ættum við bara að fara hringinn í kringum landið og ræða við fólk auðlindir. Það verið bara áskiljált að heimsækja fólk. Herru, ég gerir það kannski næst. Þú kemur alltaf hingað og heimsækjur okkur á hliði bæinn. Gaman að fá þig, Benedikt. Takk. Og ég ætla að sitja hérna áfram og ég ætla að reyna að skilja samfélagið sem við lifum í, kannski heiminn og okkur sjálf í leiðinni. Næsti kafli eftir augnablik. 60% Eflingarfólks á erfitt með að ná endum saman. Hvernig hægt að réttlæta það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi.